Sæl og ný, umræðan heldur áfram hér hjá sonum Egils á Samstöðinni. Til okkar komin Sandra Frank sem formaður Sjúkrafélags Íslands, Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Steinunn Þórodóttir, formaður Læknafélags Íslands, verið allar velkomnar. Takk. Það nú augljóst hvar við byrjum þetta. Þetta náttúrulega sko lýsingarnar á bráðavaktinni. Ég ætla að segja ykkur eina sögu áður. Ég var á bráðavaktinni, ég slasaðist og flutti með sjúkrabíl á bráðavaktina og ég var mikið brotinn og það var að færa mig á Landspítalann og þegar að það lögðum að stað þarna og þá segja mennirnir á bílnum sko, herri, passaðu Sigurjón að við þurfum að fara niður svona eitt trep með bílinn sem mjög vont fyrir þann sem mikið voru beinbrotinn en það þannig, ég skil ekki af hverju það þarf að vera en það svona kannski lýsir þetta mörg öðru Trampar það? Getur þetta lýst mörg öðru kannski? Þetta búið til svona flái eða svona? Já, örugglega, eins og hefur komið fram í umræðin undanfarið að húsnæðið frá 1969. Töluvert fyrir mína tíð. Og margt gerst síðan, en þetta alltaf eins. Finnið þið þar kannski, eða vitið þið til þess að þar sé sem sagt, aðbúnaði mjög ávægt? Já, bara svona nútíma bráðamóttökur eru ekki settar upp eins og þessi. Bæði bara hvernig sko vaktirnar eru og síðan skoðunarstofarnar eru svona langt í burtu, þannig að það erfitt að hafa yfirsýn og svo deildin á 2 hæðum. Þannig já, það mjög margt þarna og þröngir gangar, ekki gert ráð fyrir einhverjum tækjum til þess að veist hvað að geyma tækin þegar það eru ekki í notkun. Þannig já, þetta húsnæði og ekki pláss fyrir rúmi sem eru þar? Já, ef þau væru að eðlugum fjölda, þá myndi þau kannski þau komast inn á stofurnar, en það ekki pláss fyrir 100, þar sem gert ráð fyrir 36. Það rúm við rúm út á göngunum, sko. Já, ég segi þannig að öll notuð. Ef gangan ekki mjög breiðið fyrir, þá hlýtur það að vera vandamál. Já, það Það vantar náttúrulega þeir sem eru í rúmunum á göngunum ætti að vera inn á stofum líklega. Það sé pælingin, sko. Jú, það á ekki að liggja á göngunum. Og það náttúrulega augljóslega meðal annars vegna brunavarnarsjónarmiða þó að maður horfi ekki til annara hlut en bara þess. Auðvitað allra óþægindarna fyrir þá sem þarna liggja og annað sem auðvitað skiptir líka máli en þetta stór hættulegt. Og líka þegar þarf að fara með lífsáttilega veika eða slasa sjúklinga til dæmis í tölvusneiðmynd. Það þarf að keyra það hratt eftir göngunum og það mjög erfitt þegar gangarnir eru fullir af öðrum sjúklingum og tækjum. En eru dæmi þess að fólk úr ykkar félögum bara byrja flutning burtu frá bráðadeildinni, það bara gerst upp á þessu? Kemur kannski ekki beint til okkar, það frekar náttúrulega bara til stjórnenda spítalans sem að eru að óska eftir því. Þau komið til okkar, sko, við höfum talað við fólk sem hefur gefist upp á að vinna á bráðadeildinni. Já, það og ég fór á bráðadeildina í vikunni og þar hitti ég eina sem ég hefði tekið viðtal við hérna, sem hefði gefist upp, var að tala að það væri eiginlega hægt að bjóða manneskju upp á það að vera að vinna við viðkvæmar aðstæður án þess að hafa þau tæki og tól eða bara möguleika á því að veita þá þjónustu sem þú tilur þig að skilja. Þetta mjög slítandi og Sólveig Anna kom svolítið inn á þetta hérna áðan í umræðinni. Þetta náttúrulega bara eitthvað svona menningarlegt hrun að skilja fólk eftir í slíkum aðstæðum að þú ert að sinna einhverjum og þú getur ekki gert það eins og þú hefur kannski mentul til og veist að þetta geta verið. Þannig þetta brýtur fólk niður. En hún var komin hann í vinnun aftur og ég spurði hvað það væri og hún náði ekki að svara vegna þess að það stóð læknir í hliðina á mér og hann sagði þetta náttúrulega eins og bara að vera í ofbeldissambandi. Sagði hann, þannig að umræðan fór svolítið þangað en ég meina ég finn til með fólkinu sem að vera við aðstæður þar sem að þau verða andlitið af einhverjum niðurskurði á ríkinu gagnvart fólki sem að þú vildi sko síst bregðast. Og það með þetta að setja sjúklingana þarna á milli. Að þú heldur í rauninni starfsfólkinni í gíslingu með sjúklingunum. Að starfsfólki vill auðvitað ekki yfirgefa fólk í neyð. Og þetta starfsfólk sem hefur valið að vinna við bráða aðstæður og þetta náttúrulega bara þeirra ástríða. Þannig að þú einhvern veginn stillir því svolítið upp í vegg með því að ef það yfirgefur þessa köllun sína þá þetta versnar ástandi bara. Þannig að þú viðheldur þessu ofbeldissambandi með því. Og einmitt það hafa læknar hægt þarna svo mikið veit ég út af einmitt þessu eins og maður kallar moral injury á ensku eða svona siðrænn skaði sem að maður verður fyrir sem starfsmaður ef maður settur í aðstæður sem eru ófullnægjandi
og við hefum fengið neyðarköll hjá Læknafélaginu og það hefur verið leitað ítrekka til okkar af læknum sem að starfa á bráðamóttökunum þar sem eru að lýsa aðstæðum sjúklingana fyrst og fremst. Að þurfa að vera að sinna fólki í viðkvæmum aðstæðum fram á gangi að vil gera viðkvæmar skoðunur á fólki eða fólki jafnvel kasta sér þvægi og jafnvel meira bara nánast fyrir allra augum fólk sem kemst ekki fram úr rúmi og þetta bara þarna á bakvið eitthvað tjöld og það sést yfir þetta og svo verið að tala viðkvæma hluti ég veit dæmum að fólk hafi fengið mjög erfiða greiningar krabbamein eða annað að fá slíka fréttir þar sem að margir aðrir að hlusta og þetta náttúrulega bara svo óboðlegt þetta kapút já og að þetta sé svona hverjum einasta degi og það sé einhvern veginn og starfsfólki sitja bara uppi með þessar aðstæður og það var með einu vinkonu mín hún sagði að það er hérna 8-mannastofa ekki 8-mannastofa Helga þú þekkir nú betur en ég eða er búið að tróða fleiri minn í hana það meina á Skammvörunni? Já það er 11 þar 11 þar sem er kallað svona óráðsframleiðni herbergið því að sérstaklega eldra fólki verður með ruglaðan inni já miðjan er 9 og það eru 12 þar núna akkurat og ekki einhvern veginn ætti átt að segja á hvaða tími dags er og annað og það er hérna tjöld á milli og það heyri mjög mikið og vinkonu mín var að taka viðtal við einstakling og að reyna að átta sig á áttin sko hvaða dagur er í dag og hvaða ár er og hún rugglaðist sjálf og sagði það er 23. febrúar og þá heyrðist úr öllum hinum og nei, það er 24. Þannig að það eru allir að hlusta þetta er náttúrulega ekki hægt Ég man þetta mjög erfiðri aðstöðu þegar mamma var og bara hinum yfir tjaldið var bara eitthvað svo stórkostlegt í gangi og hún var bara óttafull og mátti ekki við því sko. Þannig að þetta er ömurlegar aðstöður. En að því ég er nýkomin af bráða, þá verð ég nú að tala aðeins um starfsfólki. Það er náttúrulega ævintýralegt hvað það felur ástandi fyrir sjúklingunum og hvað maður mætir sko stórkostlega við móti og við þekkjum þetta bara hvernig fólk talar það getur talað heilbrigðiskerfið þegar það er fyrir utan en leiðum maður sleppur inn og hittir fólki sem er að vinna með sjúklinga að þá er náttúrulega eins og maður sé komið bara í hendunar á einhverjum englum og mér finnst það ævintýralegt að ég talaði náttúrulega við bara 10-12 eða eitthvað sko og hvað það er raunverulega uppbít þegar maður er þannig ég er bara að segja að það sé svo skárra að fara þetta svo fólk vil svo ekki ræða það en mér fannst það svo það sem að mér fannst eiginlega merkilegast var hvað ég veit ekki hvað ég hugsi ekki alveg skilt núna það er svona uppbít það sem að það er hvernig maður var hjálpað til þess að vera svolítið þú veist, að taka á þessu að maður væri í góðum höndum að vera að vinna í þessu og hvað þetta var eiginlega frábært viðmót sem maður verður varðið. En þetta er einmitt það sem að fólkið okkar kann. Við erum náttúrulega bara þær stéttir sem sinnum fólki og gerum það vel og leggjum okkur mikið fram við það að reyna að láta okkar fólki líða eins vel og hægt er á hverjum tíma og við náttúrulega víkjum ekkert frá því þó aðstæðurnar séu þröngar og erfiðar en vinnu aðstæður sjálfar til þess að bara skrá og annað sem að við kemur öllum frágangi í skjölun og annað það er mjög afleitt staða fyrir starfsfólkið og bara ekki boðlegt sko. Nei. Sko, Alma Möller sagði í morgun í viðtali að við værum áratugum eftir Já, það er bara þannig. Það er hárrétt og það er búið að vera að tala um þetta mjög lengi og það er alveg merkilegt af því að það er maður er búin að tala um þetta sjálfur mjög lengi og margir aðrir mjög lengi og það er alltaf verið að spyrja mann er ekki allir orðnir alveg samdöin á þessu þýðir eitthvað að vera að tala um þetta maður hugsa að maður bara gefast upp en þess að við erum orðin svo meðvirk og svo samdöin að það er búið að normalisera þetta svo rosalega að núna er þetta komið á þannig neyðarstig að það bara virkja alla aflögu færa til að bregðast við akkur var ekki gert eitthvað fyrr, maður spyr sig að því eins og ég segi, þetta er áratugamál og þetta var algjörlega augljóst, öllum sem maður vildu skilja, það var það En vandinni sá að þá að koma ný bráðavakt við Hringbraut ég veit ekki, vitið þið hvernig hún á að vera tilbúin Sennilega bara þegar að meðferðarkjarni verður tilbúin Eftir 3 ára eða svo? Já, það er allavega Þangað til verður ekki byggt Nei Þegar maður sér þannig í Fossvogi það var engi vandi að henda upp svona öðru eins húsi Nei Þetta er ekki svo flókið hús í sjálfum sér. Nei, það er líka þar fólk, sko. Það er ekki bara hús. Það er líka fagfólki til að vinna Já, en það var búin að losna fólki á göngunum. Og svo kannski snýst þetta ekki bara sko það að bráðamóttakan á ekki að sinna þeim sem að leita á bráðamóttöku. Hún yfirleitt stendur svo ágætlega þar, sko. Og ef við horfum hana fjölda, það er þarna 36 rúmstæði og það fara þarna svona 100 plús í gegn á hverjum sólarhring sem þurfa að bráðaþjónustu að halda. En þessi flæðisvandi sem verið að tala um, að það sitja það núna á hverjum tíma
50 til 60 sjúklingar sem eiga að liggja í rúmum upp í húsi. Og í rúmum upp í húsi liggja sjúklingar sem eiga að vera komnir eitthvað annað í kerfinu. Það þurfi ekki að vera á bráðavaktinni. Nei, þannig að ég hugsa að sé alveg margt til í því að húsnæði er orðið úrsigengið og orðið úrrelt. En ef að það væru ekki þarna 50 til 60 sjúklingar sem að myndi liggja þarna í þessum 36 rúmstæðum sem á síðan líka eftir að taka móti 100 í gegn, að þá myndi ástandi ekki vera svona hryllilegt eins og það er í dag. Þannig eitt hjúkrunarheimili geti bergað þessu. Og það gerði það þannig að í COVID þegar það opnaði á Sléttuveginn þá var svona höggvið á hnútinn svona skyndilega, þá fekk Landspítalan algjöran forgang í þau plás og það bara var eðlileg starfsemi í nokkra mánuði þangað til að það síðan bara fyllt upp í það gat aftur og það hefur ekki verið engan veginn verið fyllt eftir uppbyggingu. En er það ekki einfaldari raunverulega byggingar hjúkrunarheimili eða legudildir? Í Ármúlanum er enga fyrirtæki búið að breyta hótel í legurými, má ekki taka eitthvað hótel, nú er túristónum að þekka. Skilst að það sé nú í skoðun, já. Alveg klárlega og það er auðvitað leiðilegt að maður sé komin á þann stað að horfa á að leigja hótel. Það er ekki optimalt. En ég held að við verðum að gera eitthvað svoleiðis núna. Það verður bara að leita allra leiða. Og í COVID þá náttúrulega hendum við upp sóttvarnarhótelum, þau muni eftir því, með bara mjög skammum fyrirvara. Það var allt tómt, vissulega. En ég held að við verðum samt bara að horfa á þetta eins og við séum í því ástandi. Sem meðarástand. Kona mín sem er sjúkralið, hún þegar var að tala um að leigja hótel, þá svo af hverju er þá ekki að leigja hótel, af hverju ekki fólki sem er sjúkrahótel farið þangað og gamla fólkið inn í sjúkrahótel. Heyrist þetta skoðunar að gera það, að flytja úr nýja sjúkrahótelinu yfir á hótel. Það með þess að vera að skoða gamla sjúkrahótelið held yfir Rauðarárstíg sem var einu sinni. Þetta pissa í nokkra skó í röð. Já, þetta er svona keðjuverkandi skópiss. Það myndi, ég veit ekki hvað er mörg rúm á sjúkrahótelinu, ég veit það ekki. Það myndi örugglega leysa eitthvað. Ég veit það ekki heldur, en það er klárlega lausn og ég meina ef maður með alla ánga út eins og þau virðast vera með núna þá myndi ég halda að það væri hægt að létta á þessu ástandi frekar hratt. Allavega þessari neyð sem er núna. Eins og þú ert að segja Helga Rósa með 50 til 60 innlagða á bráðamóttökunni, þetta eru tölur sem við höfum aldrei séð áður. Þetta hefur farið vaxandi stöðugt og ég man einhvern tímann fannst manni 20 bara vera mjög mikið og þá var ákveðin neyð og það var erfitt. En nú erum við komin upp í alltaf 60 og ég vil yfir það. Þetta er fólk sem er svo fast á bráðamóttökunni. Já. Hann ættir að fá innlögn inn í bara venjulega deild eitthvað stöðar. Þetta er náttúrulega svo 3 legudildir, þannig að niður í þessu gamla húsnæði og svo eins og þú segir Helga, þá rúllar þessi bráðamóttökustarfsemi allan tíman einhvern veginn ofan í þetta. Þetta er algjörlega gali, það er ekki skrítið þetta sé allt í hálfgerðri steik. Og það sorglegast er þessi hópur síðan sem helst situr eftir á bráðamóttökunni og alveg þarna í uppundir 10 daga, að þetta er yfirleitt fullorðna fólki sem er kannski með, ef þú ert að koma inn til ungum eitthvað svona eitt afmarka vandamál, mikið slasaður eða mikið veikur, þá yfirleitt kemstu svona eitthvað aðeins hraðar inn á þína kjördeild en ef þú ert orðin aldraður á hrumur og eitthvað kemur upp á, þú fara lúnabólgu eða þá fara sýkingu eitthvað slíkt, þetta er yfirleitt hópurinn sem situr þarna fastur þannig að það er einhvern veginn bara öll keðjan í þjónustu við hinn aldraða sem að bantar upp á. En þetta er margra ára vandi. Hvað er sérstakt við vandan í dag sem ekki var fyrir 2 árum eða 3 árum? Ég held að það sé bara aldursamsetningin. Við erum náttúrulega eldast, það eru fleiri sem að þurfa að þessari tegund þjónustunnar að halda nú en áður. Þannig það er raunverulega verri staðinn á bráðadeildinni núna heldur að fyrir 3 árum. Miklu verri. Já. Og svo náttúrulega bætist við, ég er ekki að segja það að ferðamenn þeir eru náttúrulega líka að taka sitt en svo eru bara okkur að fjölga líka sem íbúum bara í landinu. Það er náttúrulega búið að verða mikið margt fólk sem kemur frá útlöndum, sest hérna að og vill lifa hérna og gerir það og auðvitað þurfa þeir náttúrulega sína þjónustu líka. Þannig að þetta er að vaksa okkur yfir,
En svo það líka sko, það eru deildir á sjúkrahúsinu sem eru með meir en 100% rúmanýtingu. Já. Það eru það meir og minna allar. Já, nema kannski mögulega einhverjar einstaka, ég veit ekki alveg, og nú bara með öllum fyrirvörum, mögulega á barnaspítalanum, mögulega einhverjar skurðdeildir sem að ná ekki 100%, ég er ekki alveg viss. Nei. En ég held að allar þessar almennu deildir sem eru að taka á bráðamóttökuna að staðaldri, þær eru alltaf sko meir en 100%. Og svo er þetta stöðugt álag líka af neyðarástandinu sem er á spítalanum að taka meira og meira. Þannig að fólki á deildunum er líka að upplifa þetta álag. Það er mjög þungt að vinna við það, þú ert aldrei nóg. Það er alltaf þessi pressa, þú þarft að gera betur, þú þarft að útskrifa hraðar og þú þarft að tróða fleirum inn á deild, algjörlega mitt gegn þinni betri vitund, sko. Og þetta útskrifa hratt. Að læknum hafi til dæmis verið leið að hálsið fyrir að vera ekki nógu hraðir og útskrifa og ég held að svona almenningur sem hefur upplifað útskrifta hraðan á eigin skinni sé ekki sammála því hans ekki nægur. Því að við erum að henda fólki út alveg á nippinu. Og bara verið mikil breyting kannski fyrir 30 árum að það verið að senda fólk heim núna. Að senda fólk heim núna með til dæmis lyf sem að einhver datt í huga að gefa nema inn á spítulum áður. Það er bara þannig. Já, er ekki? En þú veist, það var bara... Jú, og kannski sumt er líka einhver eðlileg þróun en hérna og fólk liggur mun styttra innan núna heldur en að gerða áður og það er ekkert endilega þessi slæmt, sko, alls ekki eins og bara... En það er ekki út frá, sko, hagsmunum sjúklingsins, það er hagsmunir í gjaldgerans sem er á þessu. Í sumum tilvikum, alveg klárlega. En stundum er þetta... Hann er að kalla sér hæði mest í heilbrigðiskerfinu og gjaldgerin. Já, það heldur sér alveg rétt hjá. Hann er kóngurinn. Þetta við gamla þetta, það voru læknir eins og kóngurinn. Það er, já, verðist vera þetta síðan það var. Svo er það nörgulega drottning í dag og þess að það er að fjölga svo mikið konum. Akkurat, við skoða það. Já. Þannig að það er, hérna, þetta eru sérstakar aðstæði núna. Það er ekki þannig að núna er bara hérna, komið nóg. Nei. Heldur ástandi raunverulega versna. Þetta er neyðarástand og líka við erum að horfa á það í heilbrigðiskerfinu hver ber ábyrgð og það er nú það sem við vorum líka svolítið að leggja áherslu á fundinum okkar varandi eftirlitsaðila og aðra og beindum í rauninu orðum okkar að mjög mörgum eftirlitsaðilum. Persónuvernd og hérna vinnueftirlitinu, landlækni og svo framvegis. Menn sem maður hugsar, ég meina hvað ef eitthvað alvarlegt á sér stað þarna og ég meina hvað ef starfsfólki missir af einhverju sem að síðan hefur mjög alvarlegar afleiðingar eða næri ekki yfirsýninni eða eitthvað gerist. Hvar liggur ábyrgðin? Mun hún þá liggja hjá einstaka heilbrigðisstarfsmanni sem var svo óheppinn að draga þann svarta pétur að þarna ert að keyra allt algjörlega á nippinu og svo gerist eitthvað bara eðlilega. Ég meina, það enda með því. Það eru tvær vaktir í beit, sko. Og verður svo eitthvað á og bara... Er það þá bara þú? Er það ekki eftirlitsaðilirnir sem hefði í raunin átt að segja stopp fyrir löngu? Eða stjórnendur. Og maður hugsa, sko, erum við í alvörni líka bjóða þessu starfsfólki upp á þessu óvissu? Og við vitum það að það eru dæmum það að lögregla hefur verið kölluð til mjög snemma í ferli alvarlegra atvika. Og þetta bara, það setur beig að fólki. Það er bara svoleiðis. Og þetta er auka álag. Það sem er að reyna að gera sér besta í aðstæði sem eru ómúnar og eiginlega við vitum að líkurnar á mistökum aukast mjög mikið. Raunverulega ættu allir að segja bara nei, ég ætla ekki að taka þessu aukavakt. En þú getur raunverulega ekki gert það vegna þess að þú veist að það eru sjúklingar sem að muni þá ekki fá þjónustu. Og samstagsfólki mun setja í súpunum með því að vera að fara á vaktinni. Og bara svona einmitt dæmi, þú ert með hérna eitthvað sjúkling sem veist alveg þá hann á að vera í einangrun, hann á að vera í svona miklu eftirliti, þá taka hann lífsmörk á x tíma eða hann á að vera í monitor en þú átt ekki stofuna, þú átt ekki monitorinn, þú átt ekki hérna, þannig að þú bara tekur svona sénsinn, ok, þá bara reyni að fylgjast um og svo kannski kemur eitthvað upp á og hver ber það ábyrgðan? Það varst þú sem að tókst það ákvörðan settur hann ekki í monitorinn og hérna, þannig að það er svona alls konar svona dæmi sem er svona ósangjart og það er þessi siðræni skaði síðan að hérna sitja uppi með að kannski kemur eitthvað upp á og þjónustan var þá ekki eins og maður hefði viljað hafa hana og þá var maður alltaf að hugsa eftir og ég hefði ekki átt og hefði ég átt og svona. Þannig að hann tekur fólki vinnur með sér heimsóldi. Já, aldrei. Ég veit ekki hvort að við höfum ekkert með að trúa að við verum með besta heilbrigðiskerfi í heimi. Hljómað þannig að það var ekki bara... Kannski að sömu svið. Já, það er eitthvað að við höfum átt besta í heimi. Eftir þetta, með þetta áhugavert að koma hann inn á bráðadeildina það voru fréttir af fundurum ykkar, fyrsta fréttin í kvöldfréttunum og ég var að hlusta á það svona í eyranu og meðan ég var að útluta eitthvað rúm fram á gangi og það voru komin
sjúkraflutningamenn og svo verið að keyra fólk fram og tilbaka og ég sá koma innan úr herbyggjum með mjög svona eldra fólk og hrönd sem er strandaglópar þarna. Og svo fannst mér mjög áhugavert hvað starfsfólki var eiginlega sterkt í þessum aðstæðum. En ég lék mér að því að skrifa þetta því að á leiðin út þá var ég rukkaður með þetta í 38 krónur og mér finnst það svona heldur herra því ég var nýbúin að vera með viðtal við kjararannsóknir sem að segir að það eru svona 25% af þjóðinni sem á ekki fyrir óvæntum útgjöldum og þá miðað við 80 krónur sem er svona þurrkari. Og ég hugsaði betur, það er bara alltaf ekki 20% af þjóðinni sem þetta er bara alvarlegt högg í fjármálinu að vera að rukka. Og ég skrifa þetta eitthvað svona því að mér finnst að við erum að gera það, búið í þessu samfélagi, við erum að móta það saman. Og það ringdi inn alls konar athugasemdum og meðan ég bý á Spáni og ég þurfti að fara á bráðadeildina daginn og ég beið í 40 mínútur og ég fekk þetta og fór í svona rannsókn og ég labbaði út og borgaði ekki neitt. Og sama með Danmörku og komið til flera. Og þannig að maður fór að velta fyrir sig að því að líklega myndum við vilja byggja upp heilbrigðiskerfi sem er með í betri heiminum eða ekki. Þessi sanngjarnt og við séum örugg. Eitt af því sem ég ræddi við þannig að ég þekkti fólk aðeins sem að koma þarna var að spyrja mig svona og hvað er að þér eitthvað svona og ég sagði eitthvað svona já, þetta hefði ég átt að koma hérna miklu fyrr og svona en ég er bara kall og ég barma mér í 3 vikur áður ég gera eitthvað í því, eitthvað svona. En svo er það líka þannig að ég man ekki betur en að ég veist bara tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu að maður ætti helst ekki koma á bráðadeildina til að trufla ekki starfsfólkið nema maður væri eiginlega bara dauður. Og þá sagði hjúkrunarfræðingur þetta er bara stórkostlegt vandamál. Sko, við fáum fólk eiginlega allt of seint hingað inn. Það verður svo miklu betra að það væri lægri þröskuldur að koma inn. Og þetta bæði er ekki að segja tilkynningin að þessu öllu því við þekkjum náttúrulega fólk sem er farið inn á bráðadeildinu og þarf að bíða í 8 klukkutíma. Einu sinni ætla ég að færa manni mat sko, sem var búin að bíða þarna svo lengi. Þannig að einhver leiti er svo margt í þessu sem er eins og við séum bara að tekið bara margar rangar ákvarðanir í uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Já, ég held að það sé bara alveg rétt og ég held að eina af þeim hafi verið til dæmis sameining stóru sjúkrahúsinu á Reykjavíkursvæðinu þá snarfækkaði legurýmum. Og síðan þá hefur okkur náttúrulega fjölgað gríðarlega og þarna vantar líka samkeppni á milli vinnustaða. Þetta voru 2 opinber sjúkrahús, ég meina ef maður vill hafa heilbrigðiskerfi í opinberu rekstri á þeirri línu þá hlýtur maður samt að vilja hafa einhverja samkeppni á milli mismunandi vinnustaða þá bæði starfskrafta og líka bara ánægju sjúklinga og annað. Þetta er náttúrulega bara 1 sjúkrahús og eins og ég segi, legurýmum fækkað nánast helming við þessa sameiningu sem er óskiljanlegt í ljósi stöðunar í dag þannig að sko það eru sömu húsin. Já, en það var rýmum lokað og húsnæði breytt í annað. Við vorum með yfir 1200 rýmum aldamótin 2000 og þau eru tæplega 700 í dag, þannig að kannski ekki alveg tvöfalt fara en það er þetta er ekki landakot inn í því og það var talað að það ætti að loka Borgarspítalanum þegar að nýji spítalinn opnaði. Og það var náttúrulega líka alveg galið og maður hugsaði sko hvernig dettur ykkur það í hugi ljósi bara hvernig demografían á Íslandi lítur út og mér heyrist að hætta við það sem er vel. Þannig að mér finnst svolítið verið að vera að snúa kursinum í rétta átt núna. Það er ákveðin teiknum það. En það er alveg ótrúlegt hvað þurfti til. Og það sé bara ekki hægt að hlusta á fagfólk sem að veit algjörlega hvað það er að tala og búið að vera að tala þetta árum saman. Og það hefur frekar verið að loka starfsemi og draga úr heldur en hitt. Og samþættingu líka meiri svona eins og í úrræðum heima að þetta samþætta miklu betur eins og félagsþjónustu og svo heilbrigðisþjónustuna. Mér finnst alveg gali hvernig búið að slíta í sundur í rauninni fólki sem kemur heim og aðstoðar við athafnir daglegs lífs. Það er undir öðru kerfi heldur en þeir sem koma inn og sinna síðan hinn er eiginlega svona hjúkrun. Og annar greiðandi, það er annars að sveitarfélög eins og ríkið sem að veldur því allir að reyna allt of flókið kerfi, það þarf að samþætta þarna miklu betur þannig að það gangi meira. Er það? Já, ég held að fólk viti þetta nú alveg og þeir sem reyna að stýra þessu landi, þeir þekkja málið alveg líka. Þetta er bara ekkert verið neitt sérstakt að tala allavega ekki eldri borgara. Það hefur sjaldan verið svona á topp 10 listum hjá stjórnmálamönnum að vilja ræða það sérstaklega hvað á að gera við þá sem eldri eru. Þetta er ekkert svona sexy, svona pólitískt og ég man bara fyrir svona 20 ár síðan ég var sjálf í pólitík og þá var þetta nú ekkert sérstakt sko að tala og ekkert mjög svona
ofalega í forgangi að ræða það að gera vel við þá sem eldri eru og það hefur bara alls ekkert breyst og þannig staðan og ef að fólk hefði kannski átt að sig á því þá að þetta var eitthvað sem við þurftum að setja í forgang þá held ég að við værum ekki alveg á þessum stað sem við erum í dag því að í rauninni þá þurfum við náttúrulega líka að horfa til þess að með svona velmegun eins og við búum við og höfum gert á Íslandi þá þetta náttúrulega eina afleiðingu með birtingamyndum þess að það að lifa lengur en það ekki þar með sagt að við lifum lengur og erum með góða heilsu það fer ekki alltaf saman og það það sem að einmitt að gerast núna við erum bara með ótrúlega stóran hópa fullorðnu fólki sem betur fer hefur náð því að lifa lengi en kannski ekki allir með það góða heilsu og þurfa stuðning og hjálp og eins og heimahjúkrun, hún hefur bara setið eftir í rauninni. Það þeir sem að sinna heimahjúkrun, sjúkralegar eru þeir svo stétt sem að fer svona í flesta vitjanandi fólks. Þegar ég var að vinna í heimahjúkrun þá vorum við svona með 8 til 12 vitjanir yfir daginn en í dag eru sjúkralegarnir að fá lista sem að telur upp á 20 vitjanir á sama deginum og það er eins og það sé ekki hortið þess að þetta hefur vaxið en það er ekki verið að fjölga starfsfólkinu, það er bara lengt í listanum sem þýðir það að þá náttúrulega miklu lélegri þjónusta svo færð, þú nærði aldrei að fá yfirsýnina yfir það sem er verið að gera við hjá heimahjá fólki og þetta er náttúrulega bara ekki boðlegt þetta er náttúrulega bara þessi staða sem að já, þetta er bara, og þetta er ein svona birtingamyndin af þessu öllu því að ef við getum spornað við það að fólk þurfi á þjónustu bráðamóttökunni að halda þá erum við náttúrulega ekki í þessum vanda en til þess að þurfa að sporna við því að það sé endurkomið tíðni á bráðamóttökuna hjá fólkinu sem þangað leitar þá þarf að styrkja einmitt heimahjúkurinn miklu betur þannig að við getum tryggt það að sú þjónusta sé bara akkurat eins og hún ætti að vera í samræmi við þarfið hvers og eins og þá er það bæði gagnvart þess veika og aðstæðanda og fjölskyldu hans því við vitum það sem höfum átt aldraða og hrauma foreldra að þetta er bara heilmikið verkefni og það að sinna foreldrum sínum á þessum tíma það er bara mjög krefjandi og það þarf náttúrulega eitthvað öryggisnet og stuðning við það og við þurfum bara að fara að horfa í þá átt miklu sterkari svona, bara gera þetta þannig að þetta sé eins og við viljum hafa þetta. Svo sendum maður svona í barátt við að koma fólkinu að, Já, þetta náttúrulega bara er ekki boðlegt. Ég hef stundum sagt að það er ekkert hlutverk mitt í lífinu þar sem ég var undirbúin heldur en að vera uppkomið barn aldraðra foreldra. Þannig það bara hafði enginn sagt mér hvað þetta var, Nei. Og hugsaðu ykkur að maður myndi snúi sig við og þetta væri börnin okkar en ekki foreldrar okkar sem væri búið upp á þessa aðstöðu. Myndu þið sætt eitthvað við það að lítið barn lægi á gangi á bráðamóttöku í 10 daga fyrir framan fjarskiptaherbergi það sem er bara allt í gangi allan sólarhringinn og það er ekki hægt að slökkva ljósin. Myndi ekki allt verða brjálað og ég foreldrar okkar er búin að skila og eldri kynslóðin öllu sínu til samfélagsins sem að þau eiga að gera og eiga inni almennilega þjónustu á lokametrunum og að við skulum bara einhvern veginn hafa normalisera þetta og við vitum alveg að þetta er stór hættulegt fyrir eldra fólk sérstaklega sem er komið með vitræna skerðingu að vera í þessum aðstöðum sólarhringum saman og við vitum að þetta ýtir undir óráð sem bara ýtir undir líkur á því að fólk nái sér ekki þannig að við erum að búa til vandamál þarna og eitt annað dæmi sem er náttúrulega grafalvarlegt sem tengist líka stöðun og spítalanum það er aldraðir sem að mjaðmabrotna að þú þarft að komast í aðgerð helst innan sólarhrings það sýna allar rannsóknir það að afdrifðin verða miklu betri að þú kemst í aðgerðina fljótt og absolútli innan 48 tíma. Þetta er ekki meðaltali hér. Mér minnir að meðaltali sé 50 eitthvað klukkutímar sem fólk þarf að bíða á mjaðmabroti eftir að komast í aðgerð. Þetta er viðbjóðslegar kvalir sem fylgja þessu og þú náttúrulega ert algjörlega ósjálfbjarga áður en það búið að stabilisera þetta brot. Að við skulum líka hafa, og þetta er bara svona laumast aftan á okkur sem hluti af afleiðingunum af þessum vanda. Og af því vorum að tala besta heilbrigðiskerfi í heimi og ég verð að vera sammála Helgu Rósu, það er mjög margt sem er mjög vel gert og maður horfir bara á hvarðana sem eru lagðir á þjónustuna eins og bara hvað við lifum lengi og árangur ýmiss konar inngripa, ungbarnadauði, allt þetta er ennþá í toppmálum hérlendis. Það er samt nokkra þjóðir sem hefur farið fram úr okkur úr lífslengd og svona sem að Ítalir
og Japanir heldur sér komið 3 ára undan okkur og en það er náttúrulega ákveðin lífstíll líka örglega. En við erum ekki svona síðustu 20 ára erum við ekki á sama flýn og vorum áður. Það er nefnilega hárrétt og ég held að þetta tengist mjög mikið bara mjög góðu fagfólki, mjög vel menntuðu, metnaðarfullu íslensku fagfólki og það hefur einhvern veginn bara vel látið duga. Þannig að það þarf ekki að búa þessu fagfólkin einn almennilega ramma því virðist eða hafa innviði kerfisins í lagi. Það er bara að treysta á því að þetta fólk muni berið uppi. Eins og það hefur alltaf gert, en svo náttúrulega á endanum þá komið eitthvað stopp á það. Það er mjög hættulegt að lenda með kerfi á þeim stað, þar sem er svona endurnýjuna kraftur kerfisins er brostinn. Að þú missir kerfi niður þangað og komið bara flótti frá því og svona, að þetta er ekki eitthvað sem þú dregur upp bara úr verskinu daginn eftir, sko. Þetta er bara mjög langvarandi uppbygging, bara kultúrs og menningar og fleira sem þú ert að tína og eyðileggja og tapa. En urðuðu bjartsýnar þegar að Alma Möller var heilbrigðisráðherra. Hún var bráðalæknir og þessar þyrlu. Gjörgæslulæknir. Svæðingargjörgæslu. Já, ég myndi segja það og mér fannst bara opaslega gott af því að maður var algjörlega meðvitaður það hvernig staða kerfisins var og maður vissi alveg að það væri í raun neyðarástand þegar hún tekur við þó þetta sé náttúrulega komið á eitthvað enn annað level núna og það var gott að fá einn ráðherra sem að veit að þekki kerfið mjög vel og þarf í rauninni ekki að byrja á því að kynna sér kerfið, af því þetta er mjög flókið að setja sig inn í heilbrigðiskerfið og það tekur tíma fyrir þá sem er að koma alveg nýjir að borðinu. Þannig ég fagnaði því að fá aðila þarna sem þekki til og náttúrulega búin að vera landlæknir og svo er hún skelegg og maður veit það líka og þetta er kona sem gengur í verkin og það virðist vera að gerast núna. Ég held að við séum sammála það að við séum ánægðir að sjá að þetta teki alvarlega eftir þennan fjöldafund sem við vorum með. Þannig að ég bara ætla að leyfa mér að vera bjartsýn á það. Klárlega, bara þar til annars annast. Eitt af því að Sandra var að tala öldrun þjóðarinnar, þá fékk ég hingað öldrunarlækni sem er reyndar eftirlaunamaður. Og hann stilti sér svona ágætlega upp til þess að ég geti skilið þetta. Og hann nefndi orðaði þetta einhvern veginn sirka svona. Hann sagði að þegar kannski vorum að byggja upp kerfinu okkar eins og þeir eru núna, að það var kannski, 1960 til 80 og svona. Og þá hugsaum okkur svona kunnahóp heilbrigðiskerfisins, þá er það bara allt önnur þjóð heldur en er kunnahópur heilbrigðiskerfisins í dag. Þetta er bara gerólíkt. Ef við hefðum verið að byggja upp kerfið með sama kunnahópin og þegar við vorum að byggja upp kerfið, þá hefðum við látið stóra hluta þess kvarnast einmitt aldraða. Með heima þjónustu, með hvernig tekið á móti fólki og svona. En við erum kannski með, eins og ég skildi þetta, því leiðrétti með það sem eru fagfólk, að ég sá fyrir mér þetta væri svona bráðavakta sem að maður kæmi fótbrotinn og eitthvað svona, að kerfið er byggt í kringu það. En það er ekki þeir sem eru að koma inn á bráðadeildina núna. Það er bara allt annar kunnahópur eða ég veit ekki hvað það nota svona óvirðulegt orð. Og þá hugsaði ég, heyrðu já, við þurfum bara að gaggjera breyting á því hvernig við hugsa heilbrigðiskerfið. Og það er bara gleðilegt verkefni, nema að við erum að sigla á bát sem að lekur og það er bara 3 ventlar sem að ganga í vélinni og það lekur í lestinni og það er ekki til matur í möturinn og svona. Það er ekki í slíku ástandi sem að þú endur metur stefnuna. Það bara er ekki þannig. Þannig þá getur verið að kerfið sé bara orðið þannig að það sé svo mikið búið langvarandi neyðarástand að það hefur ekki í sér og yfirstjórnin heldur ekki sem á að koma með peningin getuna til þess að bara hugsa hlutina bara raunverulega upp á nýtt eins og við kannski þurfum að gera. Þessu nú er einn endur segja. Já, ég held að sé alveg rétt einmitt eins og hún Steinu var að tala áðan þetta með þessa kvarða sem við erum að horfa og stöndum okkur vel í eins og einmitt ortúnít og svona ákveðnir hlutir sem að við erum bara ennþá að standa okkur mjög vel. En einmitt, það hefur svo mikið breyst, við getum gert svo miklu meira, fólk er með miklu flóknari sjúkdóma og það er að gera meira fyrir fólk en innviðirnir einhvern veginn sita eftir. Svona einmitt hvernig við getum bara haldið áfram að sinna fólki eftir að fara sjúkdóma eða slys eða eitthvað, það lifir lengur, við getum bjarga fleirum. En það vantar síðan að byggja upp hvernig við ætlum síðan að halda það áfram að sinna fólki. Og við höfum einmitt talað mjög fjölglega það að við verðum að bara efla heilsu eldra fólks svo það geti búið lengur heima, sjálfstætt og þá þurfum við ekki að vera að byggja allir þessi hjúkrunarheimili allar þessa steinsteypu en við höfum samt einhvern veginn ekkert sett neitt svoleiðis í gang með neinum kerfisbundum. Ég sem borgari hefur hlustað á þetta
og þá var þetta að tala nauðsynlegt þess að byggja upp hjúkrunarheimili og kom eitthvað fólk og segja nei, við höfum að hafa verið byggja meira upp heimaþjónustu. Já, auðvitað gerum við það og þá var það náttúrulega heldur ekki gert. Nei, það var bara notað sem ástæð fyrir að byggja ekki upp hjúkrunarheimili. En við þurfum klárlega bæði og það er alveg galið að segja að við getum bara byggt upp heimaþjónustu og við þurfum ekkert að horfa á þennan hróplega skorta á hjúkrunarheimilum vegna þess að það, sko þeir sem búa á hjúkrunarheimilum núna eru veikar en nokkru sinni og lifa styttra en nokkru sinni. Og rannsóknir sem eru gerðar á fólki inn á hjúkrunarheimilum sína að það er yfir 90% þeirra eru með vitræna skerðingu og yfir helmingurinn er með bara alvarlega heilabilun. Þetta fólk getur ekkert verið eitt heima. Það er augljóst. Þó þú myndi vera að koma með heimaþjónustu og annað. Þessi sko heilabilun og vitræna skerðing er rosalega flóki fyrirbæri að sinna annars staðar en þar sem er sólarhrings eftirlit með fólki. Þannig að þó að við eflum heimaþjónustu og heilsueflingu og allt þetta, munum við aldrei komast hjá því að þurfa að byggja upp hjúkrunarheimili. Aldrei. Nema náttúrulega við finnum lækningu við heilabilun. Það væri náttúrulega það besta. og sko rannsóknir sýna að með lífstíl, sko hreyfingu, vitræni þjálfun, næringaráðgjöf, öllu þessu, það eru stóra rannsóknir sem sýna að þá getur maður minnka líkurnar að fólk þrói heilabilun bara marga 20%. En þetta þarf bara kerfisbundna nálgun sem þarf að bjóða bara fólki á ákveðnum aldri að þú bara gangir inn í eitthvað prógram þar sem að þær haldi svolítið utan þig og þinn lífstíl og þér haldi frískum, vonandi. En við eigðum eiginlega engum fjárhæðum að viti í forvarnir. Það er heldur ekki mjög sexy af því að það er einhvern veginn svona eitthvað sem þú kannski sérð ekki. Þú ert að taka fólk sem kannski þarf ekki bráðaþjónustu og vinna með það. Það er ekki hægt að klippa borða í forvarnir. Nei, engir borðar ekki neitt. En ég var að skoða tölur frá OECD þar sem við verið að bera saman Ísland versus sko önnur Evrópuríki sko að meðaltali hvað við erum að eyða í forvarnir, íslenska heilbrigðiskerfið með meðaltali Evrópu og þetta er leiðrétt fyrir kaupmætti og höfðatölu og öllu því og þá erum við að sko eyða helmingi minna, heldur meðaltali Evrópu. Þannig að maður hugsa, ok, hér er náttúrulega pottur brotin. Við erum langt fyrir neðan miðju. Við erum langt fyrir neðan miðju Ísland í forvörnum og eins og ég segi, þetta er mjög mikið rætt. Heilsuefling aldraðra, halda fólki heima og svo er þetta raunveruleikinn. Þannig ég held einmitt ef við ætlum að lifa af það sem er framundan að þá þurfum við að horfa þarna hvað allra mest sko. En á sama tíma ekki missa dampin í uppbyggingun og halda þetta leysi allt. Við þurfum að gera þetta allt saman. Þegar við erum að ræða heilbrigðiskerfið og við höfum gert það við rauðaborðið, við tölum eiginlega bara við fagstéttir og sjúklinga. Við höfum ekki verið að tala við MBA fólkið og þá sem erum við svona halda þetta líka allt í rekstrar stöðinni. En við vitum alveg að því og það var meira þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem var að tala að var komin tími til þess að engavæða bráðavaktina. Það mjög fljótlega fyrir umræðan út í þetta kallar rekstrarformið. Sko engavæðing. Á maður að taka mark á þessu, nú er ég bara að spyrja ráða sem þáttastjórnandi, á ég að taka mark á þessu eða á ég bara halda áfram að tala heilbrigðiskerfið við þá sem að þekkja það? Ég held að það sé nú, sko, það getur allir haft skoðun á því hvernig maður á að reka heilbrigðiskerfið og ég held að í grunninn þá viljum við alltaf hafa opinbert kerfi sem er styrkt og þannig að allir hafi aðgang að þessari þjónustu sem það er veitt. Það sem maður þarf að gera og ég sé fyrir mér að það er náttúrulega þetta virði starfsvinnuframlagsins að vinnuframlagi sem metið að verðleikum hjá þeim sem vinn í kerfinu og ef að það er gert þá þarf náttúrulega að þurfa stjórnvöld að koma að borðinu með þeim sem vinna og fjármagna samningana og ef að það er gert þá væri við ekki í þessari krísu í dag eins og við erum núna þá væri miklu meiri metnaður lagður í það að fólk væri að vinna þessi verk í samræmi við bara eigin getu og heilsu í þeim störfum sem það hefur lagt menntun og vilja til að vinna við og ég hugsa ef við værum bara ef við getum sett þetta þannig upp að virði starfsins, bara ef við tökum sjúkraliða sem dæmi, það er laun sjúkraliða í dag eru svona niðurlegandi lág, þau eru svona ekki mikið hærri heldur en bara lágmarkslaun hjá þess sem er að vinna við almenn störf. Svo náttúrulega ákveður sjúkraliðan að fara í vaktavinnu til þess að reyna að bæta hag sinn og gerir það, þannig að ef hann vinnur í 100% starfi, þá gæti hann hugsalega náð svona bara meðanlaunum bara eins og fólk er að vinna þegar það vinnur dagvinnu. Þetta hefur gert það verkum að störf sjúkraliða
þegar hann vinnur 100% starf, allan sína starfsferil, hann endar ekki úr starfsæfinni sinni með góða heilsu. Það er fórnarkostnaðurinn. Ef að það væri búið að verðmeta þetta starf, sjúkralegans, betur, þá myndi hann ekki þurfa að leggja svona mikla áherslu að vera vaktavinnu á alla starfsæfina. Hann gæti hætt jafnvel fyrir í vaktavinnu og unni þá bara kannski sem dagvinnmaður sem að myndi fara betur með hans heilsu. Þetta er svona hluti af þessari mynd og þetta á líka við aðrar stéttir eins og hjúkrunarfræðinga, læknar sem vinna á vaktum og bara fólk sem er að vinna í heilbrigðiskerfinu, það er allt flestir á vaktavinnu og þetta er mjög krefjandi og slítandi fyrir fólk og hefur bara sýnt það að það eru allt og margir sem að fara út úr ævistarfinu sínu í örorku. Þetta er náttúrulega bara mjög afleitt. Það bæði út að vinnu álagi en líka það er sérstætt álag að vera í vaktakerfi. Já, það er þannig og það er alþekkt. Ég lærði það þegar ég var í deilum við son minn hvort það verið gott að vaka á nóttinni og fann ég svona og sagði að bentunum á að hann var að stytta heilbrigði æfina 7 ár með að vinna raunverulega vaktavinnu. Það er akkurat það sem gerist og fyrir utan það að þú getur líka verið útsettari fyrir alls konar kvillum eins og krabbameinu og guðmáta hvað sko. En ef að við erum búin að verðmeta störfin betur og tryggja það að það sé fjármagnað hjá stjórnvöldum að fjármálaráðherra setur það fjármagn inn í samningana eins og bara tali bara að þetta var normalisera starfi þannig að það sé metið og það væri þá ekkert verið að karpa það. Þetta er ekkert bara við sjúkralegana. Þetta á líka við hjúkrunarfræði og læknastéttina. Svo sannarlega læknastéttina í dag. Já, það er bara þetta sem þetta, ég held að stóra myndi sé þarna og þegar að fjármálaráðherra getur ekki tryggt fjármagn inn í kjarasamningana, þá endur við náttúrulega bara í einhverju svakalegri pressu sem safnast upp og stjórnvöld þegar upp í staðið, þeir bera náttúrulega megin ábyrðin á því hvernig kerfið er í dag. Það er vegna þess að það er ekki fjármagnað í grunninn og það er hvort það er ekstra aðrinn eigi að vera enga eða ríkis, þá velti ég fyrir mér ef einhver einkaaðili geti tryggt það að borga viðkomandi starfsmanni mannsamandi laun og meti starfi hærra, þá hugsa ég að hvað þýðir það fyrir fólk? Þýðir það að hann er þá í nútímanum að fá hærra kaup, en hvað með lífeyrisgreiðslurnar? Ætlar þá einkaaðilina líka að borga lífeyrisgreiðslurnar? Það er nú þekkt dæmi í svona að einkaaðilinn hann getur þetta. Hann getur borga hærri laun tímabundið. Ég tek bara eitthvað allt annað dæmi eins og menntakerfið í Svíþjóð þar sem að það er mikið einkavæðing. Að þá er það stór fyrirtæki sem reka skóla í svokölluðum betri hverfum, þar sem eru samlítari nemendahópar. Þar er framleiðnin betri per nemenda og þar er þetta að borga kennurum betri laun sem að soga kennarana frá skólum úr fátakari hverfum þar sem að sjúklingahópurinn er svona, það er kannski meiri stuðning og annað slíkt. Þar að við missum niður skólana í verri hverfunum, svo kalluðu, verri hverfunum, en erum hins vegar með betur launaða kennara í betri hverfum. Maður getur alveg séð þetta gerast bara í íslensku heilbrigðiskerfi, það er bara einkaaðilarnir taka það sem er þetta bara afgreiða svona einhverja aðgerðir í kvelli og borga þér hærri laun sem sjúkraliða. Já, það er aldrei þannig að þetta sé akkurat bara greitt af einkaaðilum. Þú sér það bara eins og skólarnir á Íslandi, bara HR og HÍ. Hvert er rekstrarformið þar? Akkur er ríkið að borga með HR? Ég meina það er... Það því að upphæðin fylgir nemendanum. Já, en þá hugsa maður býtu hvernig verður það þá í heilbrigðiskerfinu? Það fylgir sjúklingum. En hættan er svo það sem ég er að lýsa að einkaaðilar munu sækja þangað það sem er mesta líku til þess að geta borga há laun og eigandunum arð og það getur leitt til þess að við höfum kannski verri stöðu á okkur svæðum sem er flókin meðferð og annað slíkt sko. Já, það er einmitt það sem hefur svona kannski má segja að vera gagnrýni á einkareksturinn, að þeir kannski velja sér, það er svona valkvæðari aðgerðir sem að þeir ekki hugsanlega geta þá framkvæmt og svo þegar að máli verður þyngra, flóknara, erfiðara, þá er náttúrulega alltaf bara ríkið sem tekur við. Ég held að þetta sé í rauninni sko akkurat punkturinn, og ekki það ég sé kom sem talsmaður enga væningar eða neitt slíkt og yfir 90% hjúkrunarfræðinga á Íslandi starfa hjá hinu opinbera, þannig að þeir eru nú ekki mikið í einhverjum engabusiness. En ég held að þetta sé punkturinn kannski hjá Söndru að
og kom út skýrsla í síðasta sumar, 2 svona svarta skýrslu ríkisendurskoðunar, önnur mönnun og flæði innan Landspítala sem kannski vandi sem við erum að koma hér til að tala og hinn síðan á sjúkratryggingar. Og það var mikið gagnrýnt að þar vantaði svona bara í rauninni að samningsstaða sjúkratrygginga var ekki nógu sterk, að þar vantaði meiri kannski svona faglega þekkingu. Ég held að ríkið þurfa að vera mjög skýrt það hvaða þjónustu þið ætlar að kaupa. Og það hefur kannski einhvern veginn vantað upp á eða vantað samtali líka bara við þá sem að veita þjónustuna. Þannig að ég held að það sé líka eins og sé, hvort þessar heilsugæslustöðvar, þær sem eru einkareknar, ég held að þær sé að standa sig mjög vel og ég er ekki á móti þeim. En það þarf að vera skýrt hvað er innan rammans og hvað er fyrir utan hann. Og ég held að við Íslandi sem öll sammála það að við viljum að svona í þessu velferðarsamfélagi hafa sem mest innan þessa ramma sem að eðlilegt telst og það er eitthvað sem að sjúkratryggingar eiga að skera úr. En svo ég mætti aðeins bara bæta við þetta líka því að þegar við tölum bara einkareksturinn og svo ríkisreksturinn að þá megum við ekki gleyma því að öll hjúkrunarheimilin í landinu meira og minna eru náttúrulega hjá samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu sem að eru í raun og veru ekkit annað en einkaaðilar. Það er náttúrulega óhagnaðardrifnir einkaaðilar. En þannig að það er rekstraformi og rekstraformi þetta er kannski ekki svona klift á skorið. En ég held þegar upp í staða þá viljum við öll svona opinbert kerfi. Svo ég fór bara að skjóta það því að nú setja ég norræna læknaráðinu með hinum formunum læknafélaga Norðurlandana og þegar við fórum að tala rekstrarform að þá kemst ég að því í rauninni Ísland verðist vera eina Norðurlandi þar sem er ekki engavæðing. Það ekki engavæðing á Íslandi, það er engarekstur en á hinum Norðurlöndunum allstað getur við keypt tryggingu prívat og fengið þá einhverja þjónustu umfram það sem aðrir fara fram fyrir röðina og allt þetta. Tvöfaldskerfi. Nýtt ekki að fara til útlanda. Já. Þetta er bara mjög áhugavert að horfa á þetta. Við erum með þetta svo kallega single payer kerfi á Íslandi. Það er ríki sem borgar, alveg saman hvort þú fer til einkaaðila, ferðin á sjúkrahús eða opinbera heilsugæslu, þetta er sami vasinn og hann á að stýra líka sínum samningum við einkaaðila á Íslandi. Þannig að við erum ekki í rauninni með neitt hliðar heilbrigðiskerfi sem er fjármagnað algjörlega af einkafjármagni. Það er bara ekki til á Íslandi. Og ég held að það sé mjög jákvætt. Þannig að mér umræðan einkavæðingu er pínu trublandi fyrir mig af því að það er eins og þetta sé eitthvað svona kerfi til staðar hér sem það er ekki. Og fyrir mér og ég held fyrir læknastéttinu og örugglega hinum heilbrigðisstéttunum líka, ég held að við stöndum öll mjög fast á því að það á að vera jafn aðgangur fyrir alla óháð efnahag og þetta verður að vera eitthvað sem allir hafa aðgangað og eins og ég segi fyrstaflokksþjónustu öllu sem er í boði. Það má ekki mismuna fólki með nokkrum hætti út frá efnahag. En við getum samt alveg haft einkarekstrarformi með á Íslandi án þess að leggja það í hættu. En eins og Helga Rósa segir, sjúkratryggingar þar vantar aðeins meiri faglegar forsendur og vegna þess að eftirliti hefur kannski ekki verið alveg nógu gott með því hvað þær eru að kaupa af einkaaðilum og einkaaðilar, þetta eru bara heilbrigðisstarfsmenn. Þetta er ekki fjárfestar, þetta er bara heilbrigðisstarfsmenn sem langar til þess að fá að stýra sinni starfsemi sjálfur. Vinna hjá sjálfur sér, þetta er svo sósíalistar. Bara hafa einhvers konar frelsi og ég meina inn á þessu stóru stofnunum það er bara ótrúlega lítið frelsi fyrir fagfólkið ofta að blómstra. Og maður rekst svolítið frá þeim vinnuveitendum ekki út af einhverjum fjármunum heldur bara vegna þess að maður vill hafa meir það að segja hvernig þjónustu maður veitir. En svo náttúrulega hefur rosalega lítið það að segja hvað þú fær borga vegna þess að það koma sjúkratryggingar að. Og það er verið að efla þeirra samningsstöðu núna. Þannig að þær megi bara einhliða, það liggur fyrir frumvarp núna, þær megi bara einhliða ákveða hvað er borga til dæmis mér ef ég ætla að vera öldrunarlæknir á stofu, að þá segir bara Steinunn, þú mátt ekki rukka nema þetta og hitt og eitthvað svona, Þannig að mér finnst allt í góðu að heilbrigðisstarfsfólk reki sína eigin starfsemi ef við bara gætum þess að aðgengi sé jafnt, óháð efnahag og þetta er alltaf ríkið sem að stjórnar þessu og borgar en þau þurfa að standa sig betur í að ákveða eins og við segja hver á að gera hvað og bara hvernig þetta á einhvern veginn allt saman að tala saman. Ég átti í samskiptum við í gennum félagasamtök við sjúkratryggingar fyrir mörgum árum. Og þegar þessi skýrsla kom út þarna frá Ríkisendurskoðun þá klóraði ég mér í kollinum af því að það sem ég velti fyrir mér á sínum tíma var að þetta er svona kerfi sem er búið til þannig að sjúkratryggingar eru kaupandi þjónustunnar og það eru einkaaðilar og meira svo opinberaðilar sem að ég held að sé hugmyndin svo á endanum þá muni sjúkratryggingar næstu því semja við Landspítala eitthvað.
Ok, þetta er að vera að reyna að búa til svona eitthvað svona markað í kringum heilbrigðisþjónustu. Má vera að þetta gangi til dæmis í Þýskalandi, það sem út með sjúkratryggingar sem semur við 80 sjúkrahús og 6.000 heilsugæslustöðvar. En getum við tekið þegar nú gallin, kemur náttúrulega ljós, þetta bara gerfi, vegna þess að sjúkratryggingar hafa raunverulega þekkingu. Þeir ekki upplýstur kaupandi eða neinu, því þeir vita ekki hvernig nein meðferð Þannig að yfirleitt kemur sá sem að selja þann þjónustu og reynir að upplýsa þau hvað hann að fara að kaupa. Af því það ekki þekking að neinu. Og þeir segja þetta alltaf ákall í kerfinu og Ríkisendurskoðun segir það. En höfum við efnaði að taka allt fagfólkið sem þyrfti að vera sem upplýstur kaupandi. Ég ættu ekki að nota það frekar inn á Landspítala. Ég held að þú þurfir engan her af fagfólki, þú þurfir fleiri og ég held að ávinningurinn af þeim aðilum yrði mjög mikill. Sérstaklega ef okkur tækist einmitt að bara koma á einhvers konar sátt það hvernig við ætlum að dreifa hlutunum og eins og þau voru að tala áðar en einkaaðilar tækju einfaldari málin og létu opinberu aðilunum eftir þau flokknu. Það er svo sem ekkert óeðlilegt við það í raun. Við viljum ekki að Landspítalinn sé einkasjúkrahús. Það á að vera opinber stofnun og ég meina það er okkar aðal flaggskip íslenskar heilbrigðisþjónustu eins og er alltaf sagt. En þú vilt ekkert vera með eitthvað algjört bread and butter þar inni á okkur færibandi. Ekki æðin út að gerir. Nei, til dæmis. Þú vilt ekkert vera að taka upp eitthvað faglegan kompetens þar eða rými í eitthvað sem er bara í raun ákveðin færibandavinna. Þú vilt útvista því en auðvitað vilt ekki að þetta sé einhvers konar gróðamaskína og það sé verið að blæða ríkinu þar með að því að það kann ekki að kaupa þessa þjónustu skiljið, það þarf bara að laga það og það er búið að sáróslegri tortryggni í garð þessara einkaaðila sem eins og ég segi eru bara heilbrigðisstarfsfólk sem vill stýra sinni þjónustu sjálft í samningum við ríkið og að fólk hafi þá bara aðgang að því óháð efnahag. Þetta er ekki góð leið til að stýra þessu, bara sá fræjum tortryggni og segja þetta fólk er bara að maka krókin, þetta er óheiðalegt. Mér finnst þetta ekki vera falleg nálgun. Það getur vel verið að sé aðilararnir inni sem er að því, en ég get alveg fullyrt það að meirilutin er að vinna bara af heilindum og er að afkasta mjög miklu og létta á restina af kerfinu. En við getum varað okkur, ég nefndi skólakerfið í Svíþjóð, þar eru við með stór fyrirtæki sem eru skráð erlendi sem eru að soga út úr kerfinu gríðarlegar arðgreiðslur sem eru ekkit annað en skattpeningarnir sem átt að fara í menntun. Þetta er náttúrulega... En þarna finnst manni að það eigi að vera skilur þessi fagfólk sem rekur svona þjónustu. Þetta sé ekki stóri fjárfesta sem eru þriðji aðili sem eru að græða þarna. Það verður svona apótekarakerfi var í gamla daga eða tannlæknarnir eða eitthvað svoleiðis. Og bara eitt innskot líka því þú varst að tala skólana í Svíþjóð sem er náttúrulega mjög sorgleg staða og einmitt bara skiljalegt að þetta geti komið upp. En eins og maður horfir á einkareknu heilsugæslurnar í Íslandi og módeli sem þær vinna eftir, að þær fá ekkert það sama borga fyrir einhvern ungan hressan með kvef eins og aldraðan einstakling með 20 lyf og fullt af vandamálum. Þannig að þetta er ekki hausatalning. Módeli gerir ráð fyrir því að þú þurfur að eyða meiri tími í þennan flóknari. Þannig að þú getur ekki bara tekið inn ótrúlega margt fólk með kvef og einföld vandamál og bara tjakkað upp þinn hagnað og sleppt öllum hinum. Getur það ekki. Tekið hálskirtlar úr öllu börnum sem að koma til inn. Í raun, já, það er náttúrulega ekki heilsugæsla sem gerir það. En það á að hugsa fyrir þessu augljóslega, því að þetta er augljós svona pitfall, eins og maður segir. Og ég koma með eitt svona spurningu frá hægri, að því að þú nefndir ef að fjármálaráðið myndi fjármagna kjarasamningana. Og þið kannist við það að segja, það er ekki málið, við hækkun nú launin hjá læknunum manns hressilega þarna í upphafi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ekki bætti það ástandið. Og það er loksins náð stórum samningum og ekki bætti það ástandið. Það bætti ástandið. Það við bara auðsum peningum í starfsfólki, hækkun launiðar og við sjáum bara engan árangur að því. En ég má skjóta inn að það bætti svo sannlega ástandið samningarnir 2015 við lækna. Já, það fjölgaði stórkostlega læknum á Íslandi. Við vorum í mikilli lægð eftir hrunið. Fólk hafði ekki komið heim eins og það var vant, hafði ekki skilað sér. Og eftir þá samninga það gjörbreytti landslæginu, þannig að það er auðvelt að rekja það, þennan málflutning. Ég er nú að reyna bara að tala eins og viðskiptast. Þú ert að reyna að stuða okkur hérna. Ég er að reyna að tala eins og viðskiptast. Nei, sem betur fer þá erum við með það svart á hvítu. Þeir eru bjartsýnar að við séum með stjórnvöld sem muni taka á. Já, og við ætlum bara að gefa þeim tækifæri að sýna hvað í þeim býr. Já, nokkra vikur. Já, nokkra vikur. Svo haldið aftur fund ef það kemur ekki ykkur að niðurstöður. Og við ætlum að svona okkar plikt fylgja þessu eftir. Já, endilega. Það er ljómandi gott. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sem við leiðast. Sandra, Helga, Rósa og Steinun. En við ætlum að taka smá hlé hérna og svo komum við bræður og klára þáttin. Kannski erum við með fréttir af því hverju formaður Framsóknar. Ég er ekki samt ekki alveg viss.
Ég er samt ekki viss, það er erfitt að telja. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.